Góðan daginn, byrjum við hann gullfallega dag. Ég er á leiðinni á Nesjavelli og við langar að sýna ykkur það geggjað að vera hérna. Þetta er reyndar vegurinn sem ég er að keyra. Hann er einbreiður og það er beitniður. Ég held að þetta séu Þingvellir, ég er ekki alveg viss hvort að þetta séu Þingvallavatn. Þið sem eru betri í landafræði, þið ættu að leiðrétta mig. Mér langaði bara að segja hæ, byrjum við hann gullfallega, yndislega dag. 1, 2 og byrjum! Herru, þá er ég búinn að skila vörunum í þetta hótel og verða viðurkenna það að ég held að þetta sé geðveikt gaman að vera túristi og fara á þetta hótel út af því að þetta er ekki spons og ekki neitt, út af því að það er svo, ég veit ekki hvort að timelapsið virkaði, eða þú veist þannig að vídeóið sem var undan. Ef það var ekkert vídeó undan frá því að ég talaði við ykkur í byrjunni, þá virkaði það ekki. Sem sagt ég notaði, svona litla myndavél sem ég setti bara í gluggann og setti bara rekk og keyrði bara alla leið hingað og við sjáum bara, ég sé það í kvöld hvort það virka, þið eru örugglega búin að sjá það. Þetta er flókið, þetta er svo erfitt. Já, nú ætla ég bara að fara að keyra sömu leið tilbaka í Reykjavíkina. Við bara sjáumst þar, það ekki? Nefnum að ef ég sé eitthvað sniðugt og þá gríp ég upp vélina. Það er smá babbi, það er auðvitað fljúgandi hálka, ég veit ekki hvort þið sjáu það. Það er alveg fljúgandi hálka, ég þarf að komast upp þessa hérna brekku. Ok, þetta er ekki staðista brekkan á leiðinni en er svona fyrsta brekkan. Ég veit að það verður smá vesen. Ég klikkaði og bíllinn sem ég er á, hann er afturhjóldrifinn. Þannig að ég þarf að hafa þyngdina aftan á til að ná einhverju taki. En Dannisinn tók ekki þyngdabretti með. Og það er oftast fyrir valinu ananasbretti. Þannig að ef ég myndi velta bílnum þá er enginn sem mun sakna ananasbrettis. Það er virkilega fallegt þetta. Áður ég stoppaði bílinn, þá flugu akkurat hérna, einhverjar 3 svona rjúpur, snjóhvítar með svona svart á stélinu, sem var ekki stél. Já, ógeðslega gaman að gera þetta, út af þú sérð alltaf rjúpunar fljúa fram hjá bílnuðinum. Ég ætla að reyna að koma með rauðmyndir, ég læt ykkur vita hvernig gengur. Herru, ég er komin heim, klukkan er þetta 5, ég er alveg búinn í vinnunni, en það er fundur í nýja húsinu, Garri er að flytja sem sagt, og ég þarf að fara þangað, svo ætla ég að bruna heim og taka við strákunum og Anita er að fara að gera eitthvað, veit ekki alveg nákvæmlega hvað hann er að gera og ég er stopp, bara þannig að vitið að því. Við sjáumst bara heima, eða ekki bara, sjáumst heima, 1, 2 og hæ. Herru, þá er ég komin heim, ég er að gefa strákunum að borða, stelpan sem er að passa fyrir okkur, hún var að fara og ef þú ert að fylgjast með, bara takk æðislega fyrir að passa litlu fallegu strákana mína. Hæ, sjáðu þig. Wow. Já, þannig að þetta er basically þannig að ég ætla bara að gefa þeim hans að borða og svo förum við að leika við það eftir smá. Everything on here is on there. All the little windows, all the little notches, everything you see. Pjú, pjú, pjú! Nú ætla ég að taka ykkur með mér í það, ég veit ekki hvort að ég muni setja þetta í vídeobloggið, en núna
hérna fyrir neðan, þá er ég að fara að skipta á honum Benjamin. Ég er að taka kúkinn hans. Lilla kúkinn þinn. Þannig að ef þið trúið mér ekki, svo er ég nálægt maður. Og ég er að hérna bara, Rossi sætur. Þannig að ég ætla að stilla eitthvað svona. Ég veit að ég er rosalega nálægt, en kannski fílið það. En hvað er ekki kúkur að það? Varstu bara að prumpa? Ben. Ertu að prumpa svona eins og pappið þinn? Kúkafíluðu. Þannig var engin kúkur, ekkert biss. Þannig að næstur á þetta borð, það kunn vera hann Baltasar. Svona er lífið, krakkar. Það er að skipta á börnunum, gefa þeim að borða, svæfa þau og hérna leika við þau. Það er eina sem þau vilja, rosalega er þetta erfitt hjá mér. Hún er alltaf að flækja lappina bara eitthvað. Já. Gott að skipta um gleiðu. Gott. Það náði bróðin. Það náði bróðin hans, gefið spók. Þá erum við komið með Baltasar. Hei Baltasar. Já. Þannig að það er svona meira. Ég þarf að skipta á Baltasar. Svo, já, það er kúkalegt á honum. Það er kúkalegt á þér, Baltasar. Þetta er skemmtilegt fyrir ykkur að horfa á mig skipta á Baltasar. Og hérna, já, og svo þarf ég að þrífa honum andliti líka, honum Baltasar. Hann hérna hefur greinilega kúkalegt. Svo við græjum þetta. Hann er góð lappir. Sáu það? Ég heyrði í útvarpinu í gær að kallar eru 26 sekúndum fljótari að skipta á börnum en stelpur eða konur eða mömmur. Ég held að það sé aðalega bara út af því að við erum bara þú veist bara að klára þetta. Það þarf ekki að taka langan tíma. Það þarf nefnilega ekki að taka langan tíma að skipta á börnunum, sko. Núna er ég bara búinn að setja hann í nýja brók. Það var kúkur þannig, ég þurfti að þrífa það. Þannig að þið sjáu það, þið sem eruð ekki foreldrar eða verði foreldrar eða eruð að verða foreldrar. Þetta er ekkert mál, þetta er ekkert mál. Nú bara hendur honum í buxur. Svo. Og já. Hann er löpp. Sjá hana. Hérna er löpp. Hann er löppið þín. Og hérna er hinn löppin hans. Býtu. Og svo andlitið. Svo. 1, 2 og... Þá erum við bara búinir. Það er tingur. Já. Já. Þannig erum við komið thumbnaili. Já, þetta eru wow. Standu. Eins og þið sjáu, ég er ennþá með brotna tönn. Ég tók eftir því að það sást hana. En já, þarna sjáu þið, þetta tekur enga stund að skipta strákunum. Þetta er eiginlega bara besta tilfinning í heimi, það er að vera með strákunum mínum. Og Benjamin, hann er alltaf hamingjusamur, alltaf brosandi. Brosa! Já. Gjörðu svo vel. Já. Hei. Núna er þessi klukkan að fara að detta í 8. Þannig að það fyrir að styttast í að Benjamin þarf að fara að lúlla. Já.
Ég er bara búinn að sakna hann svo mikið, ég er búinn að vera svo lítið heima að hérna ég eiginlega tími ekki að setja hann alveg í háttinn alveg strax. En hæ Baltasar. Hæ. Hvað ertu með? Bílinn? Það er svo gaman að eiga, þú veist, eftir svona 4 ár, 3-4 ár, þá er ótrúlega gaman að horfa á þetta aftur og sjá Baltasar vera að leika sér með bílinn og... Herru, ég ætla bara að koma Benjamin í núllið og... stígur svo á mig. Já, ég ætla að koma hann í núllið og ég gríp ykkur eftir smástund. Já, herru, wow, blurry. Herru, þá er ég búinn að hérna svæfa báða strákana, vonandi að þeir séu bara sofnaðir. Já, ég veit ekki hvort þetta sé langt eða stutt og já, ég er ótrúlega ánægður að vera að byrja þér aftur hérna á YouTube. Bara takk æðislega fyrir áhorfið og þú veist, bara alltaf að koma og fylgjast með. Mér þykir ótrúlega vænt ykkur öll. Ég held að sé ekkert meira sem ég þarf að sem ég ætla að tala við ykkur um. Þannig að ég er að spá í því bara að klippa þetta, henda það á netið og henda mér á koddann. Ég þarf reyndar að fyrir sturtu. Þannig að raka mig og svona. Já, þannig að ég er að pæla í að enda þetta bara núna. Bara takk æðislega fyrir áhorfið. Takk æðislega fyrir að öll skilaboðin, bæði enga skilaboðin sem ég er að fá í gegnum YouTube og snappinu mínu. Ef þú ert ekki að fylgja mér þá kemur það einhvers staðar hérna fyrir neðan. Bara, já, bara 1000 takkir. Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Bye bye.